Nýtt ár komið. Og búið að vera mjög sérstakt ár. Við erum ekki að fara að tala mikið um það. Ég heldur sem búin að segja það oft okkar á milli örugglega hversu sérstakt þetta síðasta ár 2020 hefur verið og var fyrir okkur. Svolítið svona eins og í skaupinu, hvernig skaupið byrjaði í muniði. Það sem að lífið er fullt af bjartsýni og hleypur út og gutt og hleypur á árið. Steypt niður, stoppar hana bara í sporunum. Nú erum við full eftirvæntingar og bjartsýni og vonar það að við losum okkur þessu óværu. Það að segja allavega stöðum útbreiðslu hennar hér á meðal okkar. Og við erum heiminn þess vegna og fáum að fara aftur inn í kannski svona, já við myndum sum okkar segja eðlilegt ár, en það er spurningi hvað við erum að miða við þegar við segjum eðlilegt, því að ég held að margt hafið breyst svo mikið í líf okkar á þessu árið 2020 að líf okkar verður aldrei alveg eins aftur. Fullt af hlutum koma aftur og eru góðir og allir þessu góðu hlutir, en það er búið að verka í okkar hjörtum ýmsa hluti. Ég hef heyrt það frá mörgum að þeir hafa staldrað við, einfaldlega vegna þess að urðu að staldra við. Í hraðanum sem var áður að þá gaf fólk sér ekki tíma til að staldra við og skoða og hugsa hvað var þeim næst og hvað skipti máli, allavega ekki eins og oft eins og síðastliðið ár sem að þrýstiðum raunverulega inn í þessar kringumstæður, og það er gott og það er vel að stoppa og staldra og hugsa, skoða svolítið inn á við, skoða hver er ég, hvað stendur mér næst, hvað er mér kærast, hvað skiptir máli, fjölskylda mín, vinir mínir, lífið mitt og fyrir þau okkar sem eru andlegu ferðalagi ekki síst Guð. Og mér langar að tala svolítið það í dag og minna okkur á þetta samhengi, þannig að þegar við förum inn í árið og nú ætlum ég bara að segja það, þegar höftin fara að losna og við getum farið að herða á okkur aftur, auka hraðan í lífinu, þá að við gleymum aldrei það sem skiptir máli og förum ekki þegar hratt að við gleymum og missum af og hugsum ekki lengur það. Mér langar að lesa, það byrja í Jakobsbréfinu. Jakobsbréfið það er svona ekkert endilega vinsælsta bréfið alltaf af kristna menn að lesa, vegna þess að það eru svona alls konar fyrirmæli þar og svona sem finnst óþægileg, en það er líka allt í lagi að taka þau með, ef það er ekki bara nauðsynlegt. En hér er í fyrsta kaflanum strax alveg gullmoli og við ætla að byggja svolítið á það sem ég tala á þessum versum. Það lesa frá versi 17. Vers 17 og 18 í almenna bréfi Jakobs, fyrsta kafla. Sér hver góð gjöf og sér hver fullkomin gáfa er ofanað frá föður ljósanna. Sér hver góð gjöf er frá föðurnum á himnum. Með öðrum orðum, Guð faðir á himnum gefur aldrei nema góða gjafir. Hann mun aldrei skammta þér vondum gjöfum. Hann mun aldrei koma að því að hann segir, Halldór minn, ég kláraði bara alla góðu gjafirnar, en já, eina hennar sem er ekkert rosalega góð, viltu hana? Það er ekki í boði. Sér hver góð gjöf, sér hver og sér hver fullkomin gáfa er að ofan frá föður ljósanna. Svo kemur þessi, ég elska næstu setningu, hlustu þetta. Hjá honum, þar að segja hjá Guðföðurnum, er engin umbreyting né flöktandi skuggar. Hann er alltaf hinn sami. Það bregður aldrei skugga á hann. Það er ekki þannig að árið 2019, þá hafið þú haft einhverja mynd af Guði, 2020 þá er hann einhvern veginn allt öðruvísi vegna þess að árið var kannski öðruvísi, en hann breytist ekkert. Þú kannski fannst fyrir honum á annan máta á 2020 heldur hún gerði 2019, þér fannst að hann leiða þig á annan máta á 2018 heldur hún 19 og svo framvegis 2021, við vitum ekki hvað það byrja skauti sér, nema hvað,
að það engin flöktandi skuggi í honum. Hann alltaf eins. Hans góðu gjafir bíða þín þetta árið eins og öll önnur ár. Í dag eins og alla aðra daga. Og þetta alveg stórkostlegt loforð. Hann ákvað að láta orð sannleikans vekja okkur til lífs til þess að við skildum vera frumgróði sköpunar hans. Þetta svolítið spessetning. Hann ákvað, Faðirinn á himnum, að láta orð sannleikans, Jesú Krist, vekja okkur til lífs til þess að við skildum vera frumgróði sköpunar hans. En býtum við, hann var löngu búinn að við erum ekkert frumgróði sköpunar hans. Hún þúsundir, milljónar, hvað nú gömul? Hvað er að tala að við séum frumgróði sköpunar hans? Þetta svo mikilvægur hlutur og fer fram hjá allt og mörgum okkar. Hans tilgangur var alltaf, hans hugsun var alltaf, hans Kólussarbréfið kallaði leyndardóm. Hans leyndardómur sem ekki englarnir vissum og þeir föttuðu ekki hvað Guð var alltaf að bauka á himnum. Þeir skildu ekki tilgangin í því sem Guð var að gera og þeir skildu ekki tilgangin í dauða og líf og dauða Krists fyrir en yfir var staðið. Vegna þess að tilgangur var alltaf að hann ætlaði að koma og fæða líf innra með manninum. Hann ætlaði að fæða andlegt líf, setja hlut af sínu eðli, þannig að þú og ég erum frumgróði sköpunar hans, nýja sköpunin. Gamla sköpunin var það engu. Hið nýja kom, sjá, allt orðið nýtt. Þetta var alltaf tilgangurinn hans, þannig að þú og ég eigum innra með okkur eitthvað sem engu líkt nema Guði. Faldi því. Eitthvað innra með þér til eitthvað, hluti sem hann búið að setja inn í þig sem eins og hann, sem líkist honum. Við erum frumgróði sköpunar hans og það þetta sem ég langar að tala með hans núna og segja, minn okkur á, hver ertu? Hver er ég? Og þá ætla ég að fara í Mattheus og Guðspjall. Hér þekkt saga. Mattheus 8, fyrstu versin. Nú gekk Jesús niður af fjallinu og fylgdi honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði, Drottinn, ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Jesús rétti út höndina, snart hann og mælti, ég vil, verður þú hreinn. Jafnskjótt varð hann hreinn af líkþránni. Þessi saga frásaga af lækningakraftaverki Jesú stórkostleg á svo margvíslega máta. Hún náttúrulega stórkostleg þó ekki verið bara fyrir líkþráamannin sem hann fékk lækninguna. En líkþráir menn, holdsveikir, þeir voru óhreinir og það mátti ekkert koma við þá. Það var bannað að koma við þá, þeir voru útskúfaðir vegna þess að þetta var það smitandi, þetta bara svo veiran. Þú máttir ekkert koma með neitt, sá sem var holdsveikur var fjarlægður. Hann var útskúfaður úr mannlegu samfélagi, gat ekki lifað á meðal manna vegna þess að hann var það smitandi að þetta var eins og faraldur sem myndi geisa og deyða þá þjóðina. Svo þetta þeir höfðu enga Þórólf, þeir höfðu enga Grímur og ekkert Pfizer sem var að búa til eitthvað mótefni við þessu. Síðar meir gátu við sigrað holdsveikina. Ég ólst upp við það að á Kópavogsbrautinni í Kópavogi og þar var hluti af það sem við köllum hælið í gamla daga, vist heimili. Þar var eitt hús sem var hugsað fyrir holdsveika og þar höfðu vist holdsveiki verið. Og mér var sagt að móðir vina mín sem vann þar á spítalanum, þau voru með kanasjóvarp. Okkur langaði rosalega mikið að fara að horfa á Combat og eitthvað svona, Rawhide og eitthvað svona sem var ekki komið hér hjá Íslendingunum. Og okkur var sagt að í byrjunni, þið með ekkert fara þarna, þetta bráðsmittandi, þetta holdsveiki og þið getið bara smittast. Og
það kom náttúrulega ljós að sá sem sá okkur þetta var bara vinur sem fekk ekki að koma með og hann, Holdsveiki var farinn, þau höfðu sigrað. En þarna á þessum tíma Jesú, þá var hún blússandi í þjóðfélaginu. Og þið veitir, Holdsveikin skelfileg. Holdið basically bara jæst upp og rotnar. Það rotnun í gangi. Þessi maður sem kemur, hann búinn að heyra að Jesús geti læknað. Hann búinn að heyra að Jesús geti gert kraftaverk. Hann trúir því alveg. Hann samt ekki alveg viss það að hann vilji gera það fyrir sig. Og þannig ástætt með okkur mörg. Við trúum jafnvel á Guð. Við trúum að hann sé máttugur. Við trúum að hann sé skapari himins og jarðar og honum ekkert megn. Við erum bara ekki alveg viss hvort hann vil gera það fyrir okkur. Af hverju ætti hann að gera þetta fyrir mig? Hvað hef ég gert til að ávinna mér það stöðu að hann vilji gera eitthvað svona fyrir mig? Þessi óhreinni maður, holdsveikur, líkþrár, hann hugsað nákvæmlega svona. Hann útskúfaður. Hann hafði ekki umgengist fólk nema holdsveika í lengri tíð. Alveg frá því hann sýktist. Það greinir ekki frá því hvað það var langt. Svo hvers vegna ætti Jesús, þó hann gæti, að vilja hjálpa honum? Hann var úrrak. Hann hafði ekki gert neitt til þess að verðskulda lækningu. Þannig að hann segir til að hafa varan á, ef þú vilt, Jesús, ég veit alveg þú getur þetta. Þú getur gert mig heila. Ég hef séð, ég hef heyrt að þú ert að lækna fólk og þú reist frá dauðum og þú getur það. Það engin vafi í mínu hjarta. En ef þú bara vilt gera þetta fyrir mig, þá bið ég þig að lækna mig. Hversu mörg okkar efast einmitt þetta? Ekki bara varðandi lækninga, heldur bara hvað sem í lífinu sem við erum að biðja og spyrja um. Ef þú vilt. Og yfirleitt skiljum við það bara eftir þar. Ok, það kemur bara ljós hvort hann vill. Verði þinn vilji. Og ef hann vill það ekki, þá bara, já, þá það bara svoleiðis. Jesús segir við hann, ég vil. Ég vil. En hann gerir gott betur. Muniði hve oft hann læknaði í Biblíunni og sagði bara, verðu þú heill, rís upp. Hann þurfti ekki einu svona að koma við fólk. Hann bara sagði og það varð. En í þessu tilfelli gerir hann gott betur. Hann stígur fram og kemur við mannin sem enginn má koma við. Hann ekki bara að segja ég vil að vera heill. Ég vil svo mikið að ég skal samsama með þér og koma við. Ég ekki hræddur. Ég ekki hræddur, þú meðtekur lækningu mína. Ég sýni þér hversu mikið ég vil, hversu mikið ég elska, að ég kem með þig. Og hann engin hreinn, það að segja holdveikislaus eða heilbrigður maður hafði komið við hann í mörg ár jafnvel. Hvað þetta að gera? Getur ímyndað að læra svona, Jesús, þú veist þetta má ekki maður. Þetta frá þér, nú getum við allir smittast. Nei. Hann sagði bæði ég vil og ég get. Þú getur treyst í og ég ætla að sýna þér úr orðinu og meðal annars þess að ég vil lesa í Jakobsbréfinu að þú getur treyst í. Hann ekki bara getur gert það í þínu líf sem þú þarfnast, hann vill það líka. Og af hverju? Sérhver góð gjöf frá honum. Hann gefur bara góða gjafir þegar hann gefur gjafir. Hann kemur aldrei og segir, nei, hann sagði ekki holdsveiki mann, nei, þetta get ég alveg lækna, en ég bara, það stendur ekki til. Það engin góð gjöf fyrir þig. Nei, hún var til staðar og hlustum svo
okkur í Efesus. Af hverju skiptir þetta máli? Hvernig snerti þetta að vera frumgróði hans? Hlustið á. Ég fara í smá grísku ef það er í lagi. Fyrsti kafli Efesus. Frá versi 3. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist. Það er Faðirinn á himnum sem gefur bara góða gjafir og engin skuggi til í honum. Hann hefur blessað okkur með allri andlegu blessun himinsins. Hvað er öll andleg blessun himinsins? Það hlýtur að vera yfirflæði. Og þarna enninu sinni er verið að staðfesta. Nei, það er engin mörk. Ég er ekkert hérna með sumt handa þér og ekki eitthvað annað. Það er bara öll andleg blessun himinsins er þér gefin. Áður en grunnur heimsins var lagður, áður en hann skapaði himinn og jörð, útvaldi hann okkur í Kristi. Það er að segja að það er þetta leyndardómurinn sem ég var búin að tala um á. Hann var búin að hugsa það frá upphafi. Ég ætla að búa í þessari sköpun. Ég ætla að þessi aðeira, maðurinn verður húsið mitt. Ég ætla að dvelja í hverju hjarta, hverju manns hjarta. Þar mun ég vera. Áður en heiminum var grundvallaður, útvaldi hann okkur í Kristi, að hann hefði okkur fyrir augum sér heilug og lýtalaus í kærleika. Staldra aðeins við, nei, ég ætlaði ekki að staldra við hér, ég ætlaði bara að halda áfram, ég ætla að staldra við. Hvernig sér þú þig? Hver ert þú? Ert þú heilagur og lýtalaus? Ert þú heilug og lýtalaus? Nei, ég er nú hræddur ekki heldur mér. Já, nú bara ekki, sko. Ef þú bara þekktir mitt líf, þá er það sko langt í frá að vera heilagt. Ok. En er það sem hann að segja að þú þurfur að rembast eins og rjúpustaurinn að verða heilagur sjálfur? Nei, hann segir hann gerir það. Hann setur þetta í hjartað þitt og hann umbreytir þér og hann kallar þig og þú verður sonur og dóttir hans og hann segir fyrir mér í mínum kærleika ert þú heilagur og lýtalaus. Þannig þurfum við að byrja að sjá okkur. Við þurfum að álíta, sagði Páll í Rómarbréfinu, við þurfum að álíta okkur sjálf dáin syndinni. Ég hugsa ekki mig sem mann sem er rangur og syndugur fram fyrir Guði. Ég hugsa mig sem mann sem Kristur hefur fyrirgefið og réttlætt og hreinsað og ég má ganga inn að nærveru hans án meðvitundur það hvernig ég var einu sinni. Þetta er radikal, þetta er stórkostlega róttæk kennsla sem Kristur kom með. En þetta er það sem hann kendi. Og þetta er það sem Páll kennir og er að kenna hér. Og hlustið, þá bara eftir að bestna. Fyrirfram ákvað hann að gera okkur að börnum sínum í Jesú Kristi. Þetta var planið alveg frá byrjun. Það stóð alltaf til að við erum börnin hans. Fólkið hans. Sá var náðar vilji hans. Hann vildi að við yrðum til vegsamdar dýrð hans og náð sem hann hefur gefið okkur í sínum elskaða syni. Þetta sem hann hefur gefið okkur í sínum elskaða syni, þetta gefið okkur er stundum í sumum þýðingum þýtt svona that he has accepted, eða það sem hann hefur samþykkt í sínum elskaða syni. Það er að segja hann hefur samþykkt þig og mig í Jesú Kristi. En nú kemur lykillinn. Þetta orð gefið okkur, sem þýtt gefið okkur í íslensku þýðingunni, eða samþykkt í sumum enskum þýðingum, eða accepted, eru í grískunni orðið charito. Og rótin af því orði er charis, eða karis, eins og við myndum segja á íslensku stundu, karismatískur þetta. Og hvað þýðir það? Það þýðir náð. Og hvað þýðir náð? Það þýðir velvilji Guðs til þín og mín óverðskuldaður. Það þýðir velþóknun. Guð hefur velþóknun
af því þú ert frumgróði hans. Þú ert barnið hans, sonur hans og dóttir. Og þá dettur mann í hug, það kemur í hugan, munið þegar Jesús var skýrast. Og þá kom rödd að himnum, dúfan kom og sagði, þetta minn elskaði sonur sem að ég hef velþóknun á. Kristur var frumburður margra sona og dætra Guðs, segir Biblían. Hann var sá fyrsti sem fæddist í anda. Hann reis ekki bara frá dauðum, hann fæddist í anda. Þú og ég komum á eftir og allir hinni trúið í heiminum. Og Guð lítur yfir þig og mig og segir, ég hef velþóknun. Þú ert dóttir mín sem ég hef velþóknun á. Þú ert sonur minn sem ég hef velþóknun á. Af hverju? Vegna þess að hann var búinn að ákveða það að þannig það í Kristi. Þetta hefur ekkert, þetta svo róttækt og þess vegna að segja, hver ertu? Þess vegna vil ég skoða þér inn í þetta ár, hugleita þetta ár, hver ég? Meina, þetta ekki, hvað ertu nú að bulla, Halldór? Hvers konar eiginlega kennsla þetta? Þú veist alveg að ég syndari og þetta gengur ekkert upp að vera að kenna svona bull. Ég gerir klúður og tóma vitlaus og þú veist, það þýðir ekkert að segja að ég líti svona út og hann hafi einhverja velþóknun á mér. Ok. Þetta vandamáli samt við flesta kristna, því svona hugsa við nákvæmlega. Og rökrétta afleiðingin af því að hugsa svona á hverju ætti hann vilja gera þetta fyrir mig. Ég ekkert búinn að standa mig rosalega vel. Hver ertu? Nú ætlum ég að segja ykkur, og þegar ég hef sagt þetta áður, meira segja Davíð konungur í gamla sáttmálunum. Kristur var ekki einu sinni kominn þegar Davíð var konungur í Ísrael. Og hann fékk vitnisburð frá Guði að Guð, hann var maður eftir hans hjarta, sagði Guð. Nú ætlum ég bara að uppörfa þig. Ef að Davíð konungur fékk þennan vitnisburð frá Guði í gamla sáttmálunum, þá get ég lofað þér því að þú getur fengið þennan vitnisburð frá Guði í nýja sáttmálunum og hefur hann velþóknun. Maður eftir Guðs hjarta, sagði Guð maður eftir mínu hjarta, sagði Guð Davíð. Og ætla ég bara að spyrja þig, hvenær drafst þú mann síðast? Hvenær laugstu upp í opið geðuða fólki? Hvenær óhlýðnaðist orði Guðs og hvenær bara framur í Guð, horfðu bara í augun og segir, nei, gerðu þetta ekki. Hvenær sendur þú besta vinnin í dauðan til þess að geta sofið hjá konunni hans? Enginn sem réttur upp hönd. Þetta var Davíð. Og Biblían segir, hann var maður eftir mínu hjarta, sagði Guð. Af hverju? Vegna þess að hann skildi að þetta var ekki háð því hversu frábær hann væri, þetta var háð því hversu frábær Guð Guð vinnur verkið og það þetta, kæri vinur, sem aðskilur kristendóminn frá öllum öðrum trúarbrögðum heimsins, að þú og ég þurfum ekki, getum ekki, gert þetta í eigin mætti, hann fæðir þetta fram í okkur. Og hann lítur okkur svona augum og þess vegna segir Páll að ég að líta mér svona augum. Ekki vegna sem ég finnst ég sjálfur svo frábær, heldur vegna sem að Guð segir að ég sé. Og Davíð konungur, hann var nýbúinn að óhlýðnast Guð og gera allar hann skandal, lenti í miklu tjóni og Guð frelsar hann. Og þið munið hvað hann sagði? Hann fyrir viðtali á Stöð 2, eða ég mann ekki á RÚV eða einhverjum, þegar Guð er búinn að frelsa hann og fréttamaðurinn spyr, byrjuðu, á hverju frelsaði hann þig úr þessu? Hann veit allir hvernig þú ert búinn að lifa og hvernig þú ert búinn að hegða þér. Á hverju hann losað þig? Og hvað var svarið? Lesið þetta í Sálmunum. Hvað var svarið hjá Davíð? Hann er líka svo vel við mig, maður. Ekki að grínast. Hann sagði, hún er líka svo vel við mig. Nei, Davíð, þú ert eitthvað að misskilja þetta. Þú meinar það að hann er svo góður að hann allar fyrirgefa það þó, en þú skalt setja aftastabekk í kirkjunni í 10 ár því þú kemur ekki rétt fram að gera hér. Þú er syndugur maður. Nei, hún er líka svo vel við mig.
Af hverju ég að segja þetta? Til þess að þú og ég stöldrum við áframhaldandi inn í 2021 og spyrjum okkur, hver er ég? Förum ekki inn í 2021 og förum í gamla farið í trúnni eins og við gerðum einu sinni og látum þetta bara leiðast einhvern veginn. Stöldrum við, skoðum. Nú ætlum ég bara að uppbyrja okkur líka með því. Þið þurfið ekki að trúa mínum orðum. Lesið þetta hér, gáið hvort þið fáið sömu niðurstöðu og ég er að deila með ykkur. Skoðið það. Við erum réttlætt fyrir Krists blóð. Okkur er fyrirgefið og við erum endurfætt. Okkur er gefið svo staða fram fyrir Guði að fyrir náð hans, fyrir fullkomið verk Krists, hefur hann velþóknun á okkur. Það er frelsisverkið. Þetta setur fólk frjálst. Þegar fólk veit og skilur og uppgötar hver hann eða hún er í Kristi, þá kemur frelsi. Það kemur frelsi eins og aldrei áður í lífinu. En eins og ég sagði, ekki taka mín orð fyrir það. Takk Guðs orð fyrir það. Og nú ætlum ég bara að biðja ykkur eitt. Ef þið finnið í Guðs orði að þetta sé rangt sem ég er að segja, endilega láta mig vita. Því ég vil ekki og vil ekki vera á villigutum. Ef ég er að bulla, láta mig vita. En það þýr ekki að koma til mín og segja mér, já, þetta er ekki mín skoðun. Nei, ég vil ekki þína skoðun, þið vil þá koma með það á Biblíunni. Ok? Þá skal ég hlusta. Skulum biðja saman. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við megum læra úr þínu orði, við megum skoða þitt orð og sumt af því sem þú sagður og gerði, Jesús minn, var mjög róttækt. Og móti svona mannlegu eðli á svo margan máta. En það er einmitt það sem hún komst til að gera, Jesús, til að frelsa okkur frá mannlegu eðli. Ekki frelsa okkur frá því að vera maður og kona eða manneskja, heldur frá synduga eðlinu, frá þessu ranga, þessu vonda sem eyðileggur og rífur og aðskilur okkur, bæði frá þér og hvort öðru. Þú komst til að útella kærleika þínum í hjarta okkar. Þú komst til að setja okkur frjáls. Og þú hefur tekið okkur í sátt, segir Korinthubréfið. Þú heldur engu í gegn okkur. Engu. Og ekki bara getur Drottinn minn mætt hverri þörf, heldur viltu mæta hverri þörf. Ég bið fyrir sérhverjum sem er að hlusta, Drottinn minn. Bið fyrir að orð þín megin fram að ganga, Drottinn minn, í hjörtu hvers og eins. Og lækning þín streyma það sem hennar er þörf. Því þú getur og þú vilt. Og núna þessari stundu veit ég að það er einhver að horfa á skján sem er með mikla, ég geti kannski best kallað bara iðrakveisu, það er mikla verki í kviðarhóli. Og Guð læknar, hann segir, ég vil, vert þú heill. Þakkaði Drottinn minn að þú gerir heilt. Og þau okkar sem eru að hlusta og ekki þekkið þennan Guð en vilja gjarnan taka fyrstu skrefin, býð ykkur þá bara biðja upp á þetta eftir mér ef þið getið, annars í hljóði. Eður í þannig kringastæðum. Himneski Faðir, ég kem fram fyrir þig og þakka þér að þú hefur gert allt sem ég þarf til að vera frjáls. Þú hefur gert allt sem ég þarf í líf mitt til að lifa í frelsi, friði og hamingju. Þakka þér Drottinn og fyrirgefur syndi mínar, rangindi mín, gerir mig heilan, þú tekur mig í sátt og gerir mig að dóttur þinni, gerir mig að syni þínum. Kom þú í líf mitt, Drottinn minn, og gerðu það sem þér vel líkar. Í Jesú nafni. Amen. Takk, elsku vinir. Hvet ykkur til þess að skoða þetta orð. Ég veit,
fyrir vist, að fyrir mörg okkar eða sum okkar allavega, þá er þetta orð sem að vekur okkur svolítið upp. Þetta er ekki svona sem við heyrum dagstaglega á ræðupúlti, skulum orða það þannig. Ég veit að þegar ég heyrði þetta fyrst, þá var ég hvumsa, en ég hef komist að því úrritningunni. Guð, hann er svo miklu meiri af stórkostlegur og það sem hann kallar fullkomið verk er svo sannarlega fullkomið. Það er svo fullkomið að minn litli hugur næri ekki utan á það einu sinni. Svo Guð bless ykkur, skoðið, biðjið og ég get lofa ykkur því að stendur leitið og þér munu finna, knýið á muniði. Gerið það og þið munuð. Þið munu finna, þið munu sjá, þið munu skilja og það mun vera upplokið fyrir ykkur. Í Jesú nafni. Amen.